Verkefni Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða á sviði mannauðs og rekstrarstjórnar eru mjög fjölbreytt. Það er svo mikið starf sem fer fram á rekstrarsviðinu og svo margt utanumhald í þessari stoðþjónustu. Og það heyrir meðal annars undir mig. Og þar erum við að tala um eldhús, ræstingu, tölvudeild, innkaupastjórn, eins og við kallum ráðsmann sem er eiginlega nýtt orð sem þið þurft að læra hér, sem er húsvörður og svo fram til götunum. Og þetta er stórt og öflugt svið hérna hjá okkur. Við leggjum mikla áherslu á mannauðsmál og það felst náttúrulega í því að skapa gott umhverfi fyrir starfsfólk. Þannig að fólki líði vel í vinnunni, fólk hafi þau tæki og tól sem þarf til að sinna sinni vinnu, fólk finni stuðning, fólk fái tækifæri til að þróast og takast á við þau verkefni sem það hefur gaman af og er gott í. Mannauðsstjórnun og stjórnun starfsmanna er eitt af því sem er hvað mikilvægast í að skapa góða vinnustaðarmenningu. Og við erum mjög heppin, við búum yfir öflugum hópi stjórnenda. Flestir í yfirstjórninni eru nýir starfsmenn og komi inn með kannski nýja sýn, fjölbreytta sýn, en við höfum líka reynslubankann til að draga okkur niður í raunveruleikann. Og það er gaman að segja fyrir því að við erum stödd hér á hjúkrunarheimilinu Eyri að Hildur Elísabet, sem er hjúkrunarfræðingur, hún var valin stjórnandi ársins af Sjúkraliðafélaginu. Og við erum náttúrulega ótrúlega þakklát og ánað með þá viðurkenningu. Við erum svo lánsöm að við erum mjög vel mönnuð hérna og það er svo fjölbreytt tækifæri í boði fyrir fólk sem er búið að mennta sig eða ekki búið að mennta sig. Helmingurinn af starfsfólk okkar er með fagmenntun, helmingurinn ekki. Maður heyrir ofta að sé ekki tækifæri út á landi fyrir fólk sem er búið að mennta sig en þau eru svo sannarlega hér til dæmis og þau eru mjög fjölbreytt. Það er ekki bara það að vera læknir og hjúkrunarfræðingur og læknir og hjúkrunarfræðingur með sína sérfræðimenntun, heldur það er líka geislafræðingar, lífeindafræðingar, það eru sjúkraliðar, það er einhver að sinna tölvudeildinni sem er með þá menntun, það er matráðurinn og allt þar á milli. Og svo í endurhæfingunni, það sem eru iðjuþjálfar, sjúkraþjálfarar og það sem er líka, tækifærin er ekki bara hér á Ísafirði, heldur það er líka fjölbreytt starfsemi á Patreksfirði, Bolungarvík sem dæmi. Hérna á rannsóknastofunni erum við að gera nánast allt sem að daglegir rútínur. Við erum með mjög góð tæki og tól, við erum vel tækjum búin. Í grunninn er iðjuþjálfi. Var á barna- og unglingageðdeildinni á Landspítalanum og fékk bara mína bestu lífsreynslu að takast á við störf og lífið þar. Fór þaðan og var í heilsugæslunni í Grafarvogi í meðferðarteymi fyrir börn og þaðan einhvern veginn slysaðist ég svo oft vil verða. Slysaðist út í ferðaþjónustu, slysaðist út í stjórnun og þaðan út í mannauðsstjórnun. Og nú seinast áður en ég kom hingað vestur þá var ég hjá Nordic Visitor sem mannauðsstjóri sem er ferðaþjónustufyrirtæki. Ég er búin að búa hérna í 6 mánuði, flutt hingað með manninu mínum og fjölskyldu okkar og við ákveðum bara að líta á þetta sem bara tækifæri. Að prófa að búa til landi, við höfum oft talað um þetta en einhvern veginn það væri svona í einhverjum rómantísku draumi en ákveðum bara að láta verða við og koma hingað. Byrjaði á því að hann fékk vinnu hérna, svo komum við í kjölfari ég og dóttur okkar. Strákurinn okkar er í menntaskóla, þannig að hann er á Akureyri þar. Okkur hefur verið mjög vel tekið hérna og ég segi, fyrir mitt leyti, þá finnst mér svo skemmtilegt að horfa á dóttur mína sem dæmi. Hún er 7 ára og hún hleypur bara frjáls, kemur við hjá mér í vinnunni, kemur við hjá pappa sínum í vinnunni, getur farið heim þegar hún vill, labbað á milli og þetta skiptir mig allar mjög miklu máli. Það er mikið tómstundastarf, bæði hjá dóttur minni eða hjá krökkunum minna, en líka ég get stundað áhuga á málum mín sem er mikið að vera út í náttúrunni, mikið að hlaupa í náttúrunni. Það er allt í staðar hér, í fjöllunum og í fjörðunum.